Ég trúi herferðin var kannski svona eitt dæmi, þú veist, og að það fjallaði vísum, þú veist, þetta er mjög alvarlega málaflokk, kynferðisbrot og svona. Það er það náttúrulega í flestum tilfellum, sko. Akkurat, og þetta yfirleitt er upprunnin einhvern veginn skiljanlegur og góður, sko, en það er svona stundum þegar þetta er einhvern veginn farið að teygja sig inn í eitthvað íslenskt, sko. Þetta er ekki eitthvað form af umræðu eða heilbrigðum skoðanaskiptum eða við erum ekki eitthvað að bara taka, þú veist, við erum bara að keyra okkur út af þessu, sko. Við erum bara, þú veist, að svona fara að renna eins betur upp fyrir okkur, sko, þetta er ekki heilbrigt. Það eru allir að hafa skoðun á þessu og þú veist, ertu með að móti hvað finnst þér og svo byrjar eitthvað svona keppni hver er hástemmdastur, sko. Og svo eitthvað svona, þú veist, fer all loftið úr þessu. Það verður einhver svona vandræðalegri minningu sem er ekki hægt að rifja upp síðar af því að það sögðu allir svo mikið, sko. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Pólsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi, en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-slekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-slekkir sem að gera hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína, en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt, en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem er nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Árni Helgason, hvað segirðu gott? Bara mjög flottur. En það ekki? Ég er bara geggjaður. Það ekki? Heyrðu, þú skrifaði bók. Ég skrifaði bók. Af tenging, hérna, fyrir þá sem eru að horfa. Já. Ég hérna las þessa bók. Já. Og mér finnst þú mjög skemmtileg. Það er mjög heppilegt að þegar ég fæ fólk sem er búið að skrifa bækur og það var alltaf skemmtilegar. Ég er alltaf að bíða eftir að gerist einhvers konar leiðilega bók, veit ekki alveg hvernig ég tækla það, sko. Hvort ég fresti viðtölunum eða hvað. En sko, þessi bók er sem sagt mann sem að fer ásamt vinum sínum á svona eyju. Afskekkta eyju. Já, þar sem að sem sagt á að vera algjör aftenging fyrir utan ákveðina hæð sem þeir geta prílað til þess að komast í samband. Það sem er eiginlega ekki tímasamband á eyjunni sem er svona partur af sjarmanum, partur af þessu sem við erum fann að leita svo í, sko, að geta svona kúplað okkur einhvern veginn út. Já. En það er svona, mögulega svona eins og bara smá öryggismála, það er hægt að ef þú prílar hérna hátt upp á eyjuna þá er hægt að ná slitróttu sambandi svona. Og og við mitt fylgjum hópnum eftir hérna og erum svona, maður er svona aðeins að leika sig kannski með þessar svona, hvað að segja, andstæður sem að einhvern veginn togast á í okkur í dag, sko, að við verjum sífellt náttúrulega lengur og lengri tíma í vaktina á miðlunum, sko, rífast og berjast fyrir málstæðanum og láta það sem fyrir augu ber koma okkur í eitthvað uppnám, sko. Og mér finnst svona, það sem ég var svolítið að leika með og mér finnst kannski forsíðan líka, ef ég má svona klappa sjálfum mér aðeins og ég hef nú ekki átt þessa forsíðu, en mér finnst svona skemmtileg og tengdi bókina vel, sko. Ég seti hana inn að hliðina þér. Já, mér finnst svona sína ágætlega hvað við sjáum oft síðan, sko, því þetta er svo þessi vakt á miðlunum og að vera að rífast við vini sína og ættingja og hinn og þennan hitt og þetta, sko. Þetta svona dreinar okkur og þetta tekur svo mikið af okkur, kannski sérstaklega líka vegna þess að við upplifum eitthvað tilgangsleysi í því, sko. Við fáum alltaf nýja skýrslu, sko, að það í sögurinn er ekkert búið að bætast, sko. Þú veist, heimurinn er frá því í gær þegar þú eittir 5 tímum á Facebook í eitthvað og alveg eittir rosalegri orku, sko, en hann var nýja skýrslu daginn eftir og heimurinn er bara, hann er því miður, hann þokast í aðeins verið átt, sko, og þetta svona gefur okkur þetta svolítið svona, fyrir þá sem eru kannski svona hvað dýpstir í þessu, þú upplifir svona ákveðið tilgangsleysi og valdaleysi einhvern veginn, og fyrir vikið er svona, þetta orðið svo eftirsótt, sko, svona kyrrð, geti einhvern veginn tekið allan háaða og svona aðeins slögt á honum í smástund, sko. Og mér er stundu sagt, sko, mér finnst þetta svona af sem áður var, sko, að maður var í kyrrð, það var náttúrulega ástandið, sko, og þú fórst og vildir hitta fólk og sótt til að eiga, sko, samskipti og skoðanaskipti og takast á hvert þjóðfélag er að stefna á eitthvað. Eiginlega orðið öfugt, sko. Þú ert með þetta danglandi fyrir framan augun á þér, sko, nánast frá því og vaknar og þetta fyrir að sofa.
En kyrrð orðið eitthvað svona sem þú þarft að sko, eftirsótt. Sko. Það Próaktíft og þetta ekki sko kyrrð, þetta ekki svona gamla góða kyrrðin, það sem þú bara gerðir ekkert eða varst bara einhvern veginn þögn sko. Þetta svona pródúserið kyrrð. Þetta svolítið svona, þú ert að ná ástandi kyrrðarinnar og eiginlega oftar en ekki bara í mynd með átt að því. Það svona eiginlega geta nánast lagt fram einhver gögnum og hafi komist í öðlast kyrrð sko. Og ég var svona aðeins að leika mig með þetta í þessu setupi að þetta einmitt svona fólk á miðum aldri öll á einhvern veginn fullu sko og og svona dálítið tengd miðlunum hvert á sinn hátt einhvern veginn eins og við erum öll sko og með sinn prófíl þar og svona og þetta verður svo heillandi hugmynd sko komast aðeins og aftengja sig og kúpla sig út og eyjan öll einhvern veginn hönnuð til þess aðstæða til að vera í hugleiðslu og kjarna sig og allt þetta og en svo kannski sem fyrir nú kannski of djúpt endil í atburðarásina en þá þetta svona þegar þau fara að kanna eins hvað þau eru príla þarna upp á hólinn og gera svona samkomulega fljótlega eftir að komin á eyjuna sína á milli hvort að eins og fólk gerir hvort að þetta ekki að taka einn svona síðasta netrúndin fyrir helgina bara svona tjekka út allt sko og þá fáðu fréttir að það sé reyndar heilmikið í gangi í þjóðfélaginu sem að eiginlega útheimtir að þau þurfa að velta því fyrir sér og fókusa á það sko. Þannig að ég var svona aðeins kannski svolítið að leika mér með einhvern veginn hvernig við einhvern veginn svona stöndum við viljum sinna báðum heimum en það við viljum slaka á við viljum einhvern veginn heldur ekki missa af neinu við viljum einhvern veginn standa við okkar málstað og ekki sitja hjá þegar heimurinn einhvern veginn að fara til fjandans eins og stundum málaði fyrir okkur og þetta tætir og þetta getur verið svolítið erfitt einhvern veginn að ná báðu sko. Já, hann líka, eða bókin líka ágætlega utanum svona ákveðin tíðaranda sem mér náttúrulega mjög hugleikin sem eru svona, dulin samskipti kynjana yfirlýsing 218 það ekki rétt hjá mér Jú. sem sem sagt yfirlýsing sem að konurnar eru mjög umhuga eitthvað sem að einhver ákveðin stjórnmálamaður sem heitir Ámundi vill ekki skrifa undir og það einhvern veginn lýsa því yfir og þetta einhver yfirlýsing 218 sem snýst ég man nú ekki nákvæmlega hver yfirlýsingi var. Já, þess að hugmyndin sko, þetta var svona bara kannski dæmi mitt af þessum svona dægurflugum sem stundum koma einhvern veginn upp og svona eiga samt til einhvern veginn algjörlega að taka yfir allt sko. Og hugmyndin þarna og þetta allt svo sem tilbúið að þetta sé yfirlýsing og hún fær þetta nafn yfirlýsing 218 og þetta, maður fór nú alveg á dýpið í að búa til aðstæður hérna sko en þetta á að tengja svona einhverju uppgjörina fyrirtækis í Bandaríkjunum og að þar hafi verið lögð fram bara endanum svo krafa að karlmenn skrifuð undir yfirlýsingu sem bæðust afsökunar og framfyrir sínum gegn tíðina og mér fannst þetta einhvern veginn svona þetta held ég ekki til en þetta væri örugglega ekkert alveg framsett og svo fyrir að verða úr því sko stórkostlegt mál bara hvernig hinn og þessi tekur á því þú veist, allar að skrifa undir og gera þér eitthvað mat úr því eða allar að neita því gera þér eitthvað mat úr því og fá eitthvað upp á mótið þér eða allar bara einhvern veginn að reyna að snúsa þetta Svo ákveðin svona aðgangsharka svona, erum við ekki komin lengra hérna og svona einn í hópnum sem svona mér svolítið skrítið samt að vera að skrifa undir svona. Já, ég held ég hafi ekki gert neina neitt snýst ekki það og þú veist, ég var svona svolítið með þetta eru náttúrulega svona tíðarandi sem hefur mér einmitt hugleikin líka sko og svona skemmtilegt eitthvað hvernig við höfum stundum þú veist, í svona ákveðnum kreðsum, ákveðnum hópum, ákveðin að sín og heiminn þá kannski verða svona pappíra svona þá náttúrulega tilbúið en svona fyrir bara ekki orðið mikilvæg þú veist, fólk veitir í alveg gríðarlega vikt og fer jafnvel að flokka fólk sko eftir í hvort það sé búið að þú veist, hvernig það hefur tekið áhlutum og svona og þetta eitt af því sem að þú veist, það náttúrulega til alls konar svona dæmi þú veist, ég trúi herferðin var kannski svona eitt dæmi, þú veist, og að það fjallaði vísum, þú veist, þetta er mjög alvarlega málaflokk kynferðisbrot og svona það er náttúrulega í flestum tilfellum, sko. Akkurat, og þetta yfirleitt er upprunnin einhvern veginn skiljanlegur og góður, sko, en það er svona stundum þegar þetta einhvern veginn farið að teygja sig inn í eitthvað íslenskt, sko, íslenskt 40 manna fyrirtæki og það fyrir bara að verða lífspursmál hvernig þú tekur á einhverju máli bara fyrir kannski framtíð þinna vinnu eða hvernig þú einhvern veginn séður á vinnustaðnum eða þitt mannorð og eitthvað svona og ég held að sé alveg, þú veist, að tína til fjölda allra dæmum í gegnum svona síðustu árin sem að svona hefur verið að einhvern veginn
einhver svona mál að koma upp og það skiptir orðið mjög miklu máli svona hvernig þú einhvern veginn navigatar í gegnum þetta. Þú veist, ertu bara partur alltaf á breytingunni og til í þetta sko, svolítið fljótur oft það kannski að hitta sjálfa þig fyrir einhvern veginn sko, þú veist. Svo komið náttúrulega líka ákveðin svona fræðslu lobbyismi utan þetta allt, þar sem að fyrirtæki eru svona skikku til þess að svona farið í viðtöl á RÚV 1 þar sem farið yfir það hversu mikilvægar breytingar þetta væru og þau bjóða náttúrulega upp á þessa fræðslu og svo þessi fræðsla náttúrulega keypt sko. Já, akkurat, það líka alltaf svolítið skemmtilegt við þessa baráttu að þú veist, það alltaf eitthvað svona, það einhver tenging við fræðin, hver og einn málstæður hefur mikið tengingu við fræðin sko, og það svona yfirleitt að finna rannsóknir sem að bakka upp það sem þú segir með einhverjum hætti. Og þá ertu, ef þú orðin á móti því, þá ertu kannski bara á móti vísindum og þú veist, þetta eru svona alls konar þemu sem að maður svona aðeins einhvern veginn að leika sér með sem að hafa auðvitað verið svona dálítið ábyrrandi, þú veist, undanfarin ár. Og við erum nú svo sem oft alveg rættu þegar ég hef komið til því, þetta er auðvitað, þú veist, manni fannst þetta einhvern veginn, ég veit ekki nákvæmlega hvenær einhver uppáspunktur á þessu væri, þetta fór svona, mér fannst þetta fara að magnast svona, kannski svona 8 ár síðan eitthvað svoleiðis, 8-9 ár, 2016-17 eitthvað svoleiðis, fer einhvern veginn svona einhver skrið á stað þar sem það fer að verða að krafa ákveðna afstöðu, krafa ákveðin talsmáta og svona ákveðna tónhyrn og hvað þetta var allt kallað sko. Og mér fannst hún einhvern veginn ná einhverju hámarki persónulega bara í COVID og ekki beint að COVID hafi kannski verið svona mál en samt smá, það var svona líka mjög fljótt krafa hvernig áttur að tala COVID, hvernig áttur að tala aðgerðir yfirvalda, hvernig áttur einhvern veginn að nálgast ákvörðun það hvort þú hlýttir því fortakslaust eða ekki og það var orðið partur af einhverju mynstri sem að teiknaði upp þig sko. Við erum öll í þessu saman hvort sem er líka betur eða verð. Akkurat og ég held að og það var keyrt náttúrulega hart á þessu, það var bara mikil svona, hvað ég kalla, bara svona múgsefjun einhvern veginn þetta. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Bara ekki vera eitthvað efast, ekki vera eitthvað að hafa skoðun á því hvort að þú veist, það verið rétt að fara með þannig í 10 manna takmörkun í það. Bara áframgakk, þú veist, svona þessi svona toxic positivity sko sem kemur svolítið sko og og þetta varð held ég kringum COVID alveg ofboðslega svona þrúandi fyrir marga. Þú veist, sumir finnst það fínt og þetta bara rímar vel við einhvern takt sem þeir hafa. En ég held svona að þetta hafi einhvern veginn þetta hafi svona náð einhver hámarki þar, það er svona þannig upplýfið það og við kannski sjáum síðan eins og oft á Íslandi sko og þessi ámundi karakter svo ég kannski útskýri hann að því hún nefndir hann er svona, kemur hans fyrir hann líka og hann er einn af þeim sem að mitt, þú veist, barðist gegn þess að það var í efasemdur bóluefnin og hefur efasemdur hlýnun jarðar og fleira sko og og maður svona þetta hefur hann kannski ákveðna skírskotanir í stjórnmálamenn en svona kannski þannig stjórnmálamenn auðvitað kannski fóru aðeins að hagnast á því ef svo maður getur orðað þannig pólitískt að hafa verið ekki á vagninum. Akkurat, og bara það verður svona, mér finnst alveg verða svolítið greinilegt kannski 23-24 svona shift ef ég má sletta svona bara einhver vatnaskil sem að einhvern veginn þróast yfir í það að það verður bæði rosalega svona allir komið með nóg af þessum málum og mjög mikil umræða núna einhvern veginn alveg í hináttina og aftur sko, margt af því finnst manni mjög jákvætt og gott að teki pottlókið af í mörgum málum. Það breytir því ekki að sumt sem maður að sjá í umræðin í dag, maður er bara wow, really, er þetta bara maður bara henda þessu fram og fá 300 like á Twitter sko, þú veist, eða X-inu. Þú veist, þannig að umræðan fer oft sko og það er alltaf svona skemmtilega íslenskt oft, hún fer einhvern veginn svona skautan á milli svolítið sko. Já, en Helgi Magnús er ekki hérna til að verja sig sko. Nei, það var nú nágranni minn. Er það ekki? Já. En þetta er líka sko, þetta nær þessum tíðaranda mjög vel eins og vínekara sem er einvörðungur rekinn af konum og það er rosa fín gæðastimpill sko. Já, og þetta láta allt telja sko. Já, en þetta er að breytast sko rosalega hratt eins og núna bara ef við setjum sko bókina í samhengi við bara nútíman þá er þetta
líka, hún góð upp á sem ákveðin svona baksýnispegill bara mjög stutt aftur í tíman. Þetta er segja bara 1 ár aftur í tíman. Og en núna þetta alveg búin að umturnast, nú engin vinstri flokkur inn á þingi, Píratar eru að fara að falla einhvern veginn allstaðar þar sem að þeir eru, Þorbjörg Sigríður að fara að taka í handbremsunni í útlendingamálum og Alma Möller kemur bara og segir að þeir eru allt of feit. Allt of feit. Það var líka ein barátta einu sinni þar sem að læknar voru útmálaðir sem einhverju fasistar ef að þeir var ekki tilbúnir til þess að skoða betur í málin þegar hann sagði, nei, ég held að vandinn sá að þú ert þú ert með offitu og þarf að taka á þessum málum. Það var það það er þetta læknirinn minni fasisti. Já, einmitt, nú er bara Alma úr þríeykinu búin að bara hún bara, þið eru alltaf feit. Fatt sem að þjóðina bara í heilsinni, sko. Já, þetta er þetta er alveg rétt. Þetta er auðvitað svona að breytist hratt og maður kannski svona tengir þetta við eitthvað viðburðina heima. Ég meina, kosningarnar síðast voru kannski held ég svolítið skýrt merki það. Þó að vísu sé sko kannski bylgjan leitar þaðan svolítið inn á miðjuna ef maður getur orðað það, svona kannski segi Viðreisn Samfylking, Flokkur fólksins bættu við sig sko, miðflokkur svona eitthvað en það var kannski minna heldur en ég held að þeir hafi vonað og svona kannski hafi eflaust séð í kortunum því að þeir kannski hefðu átt að vera hinn augljósi sko viðtakandi þessara breytinga en ég meina ríkisstjórnin sem var það búin að vera í 7-8 ár sko en alltaf fær bara ekkert gula spjaldið, bara heldur fékk rauða spjaldið og það var einhvern veginn, já, það var bara einhvern veginn að orða, fólk var komið einhvern veginn með nóg, þannig að þetta skipti líka máli að fólk var að fara einhvern veginn að tengja þetta við versnandi kjör líka ég meina, þú tekur allar þessa bolta einhvern veginn svolítið saman, ég meina, við höfum verið í þetta voru COVID-aðgerðirnar rosalega dýrar og við erum með svona furður í heiminum, við erum með þetta stríð Rússa og Úkraínu sem er auðvitað máli ræða og er mörguleitir hryggalegt en það er farið að hafa rosalega áhrif og við erum alltaf að fá einhverjar verðlagshækkanir tengt einhverju alls konar vesen í kringum þetta og það er svona, virðist einhvern veginn margt sem skellur á okkur einhvern veginn á sama tíma og svona virðist það að svona fólk fekk svolítið upp í koka af einhvern veginn þá er þetta ástandi sko og og það kemur í staðinn sko, þetta er náttúrulega smá svona, hvernig maður orðað svona dulargerfi, gæti maður sagt sko, sem að Viðreisn eða þeir svona, hvernig maður orðað þeir svona dressuðs upp á nýtt, kannski getum við sagt fyrir þær kosningar, því að Samfylkingin hafði þetta verið mjög langt til vinstri og svona langt inn í þessari umræðu sko, fannst manni árin undan og Viðreisn að mörguleiti líka en ná svona einhvern veginn að stilla sér upp sem svona einhverjum svolítið svona öfgalausum valkosti fyrir kosningar og hjálpaði örgulega mikið til að vera með formann Samfylkingarna sem einhvern veginn svona, kemur vel fyrir þegar hún talar efnahagsmál og fólk bara horfði á, það er 10% verðbólga, 10% vextir. Já, þetta er ekkert flókið sko. Ef ég reyna að setja mig í spor bara svona hins svona, hvað ég að segja, óákveðna kjósanda sem hefur ekki kannski endilega eitthvað mjög mikla hugmyndarfræðilega tengingu við tiltekinn flokk eða eitthvað sögu. Ég held að þetta fylgi, þetta var á Framsókn miklu leyti til í kosningunum þar á undan. Þetta sópaðist þarna yfir og þannig að það var svona, já, kannski svolítið einhvern veginn fannst mér vera niðurstaðan úr þessu. Það var svona, fólk fékk dálítið nóg af þessu öllu. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is er í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og er alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona er þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú er tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Já, en líka bara út af því að náttúrulega það fólk sem að var sko, ef ég til dæmis, ég vil langa ótrúlega mikið að innvinkla þetta líka í bókina þegar ég er nýbúinn að vera með hann. Að ég gerir ráð fyrir því að þetta sé fólk sem er fætt svona 80 til 85, eitthvað svoleiðis. Já, þú ert ekki fjari lagi þar. Nei, það kemur ekki fram með hann. Nei, ég hef það svona kannski pínu árið ekki. En ég svona einhvern veginn gef mér það. Það er komin 1 G-bens og svona, fólk hefur það mjög fínt. En það er líka sko því að mikið af þessum réttrúnaði sem við erum búin að ræða hérna
var rekið áfram af krökkum kringum 15 til svona 20 ára. Já. Núna er þetta allt fólk sem þarf að fara að huga því að eignast húsnæði, koma sér í vinnu og annað. Já. Og þeir sem eru núna 15 til 20 ára, þeir eru bara alls ekki sammála þessum stefnum. Einmitt. Þannig að þessi stefna, eða sko svona menningarstefnan er að hluta til rekin af mjög svona ungu fólki, sko. Við vorum alltaf með, Greta Thunberg og við ætlum að spyrja, börnin. Já. Svo núna þegar börnin eru náttúrulega að spurði hérna, við viljum fara aftur í talnakerfi. Já. Og þá Inga Sæland bara, já, þá er ég bara að biðja um það. Hvað er að gera hér? Þannig að það er með hennan réttrúna og annað, sko, ég held að hann hafi líka, út af því að tala versnandi lífskjör, ég held að það sé svolítið miðja þess. Ég reynda til að réttrúnaðurinn sé ástæða þess að hafi verið svona, við erum að sjá versnandi lífskjör. Ég held að réttrúnaður er kringum kulnun. Kulnun verður ekki fyrirbæri sem verður til eftir örfá misseri, einfald út af við höfum ekki efnaði. Það sem að verður svolítið merkilegt að fylgjast með, sko, er hvernig þetta mun koma til með að hreyfa, svona, því að það er, sko, menningin, svo við gefum honum nú líka prik út af því að hann er svolítið svona þetta nýjast hérna unga fólksins, miklu meira Snorra Mássons megin. Það er miklu meira ungu fólki sem er peppað að Snorra Másinni heldur en var fyrir Greta Thunberg. En samt sem áður er Greta Thunberg ennþá náttúrulega komin núna í Palestínu mótmælin, sko, þannig að þetta er fljótt að skipta búning. En það er rosalega sérstætt að fylgjast með þessu einmitt núna þegar að lífskjörin fara versnandi. Og ég reyndar minnst það núna á Facebook að Ragnar Þór Ingólfsson sagði bara að spár gerir ráð fyrir mjög að atvinnuleysi, sko, aukist verulega. Þannig að ég held að við séum jafnvel, sko, við erum ennþá í rússíbananum sem að við veitum ekki alveg hvert á leiðin, sko. Ég held að það sé alveg rétt. Ég hugsa að næsta ár geti orðið býsna þungt, sko. Og það er svona kannski örugglega langt þyngsta árið lengi og þá til og með samt með eins og COVID-árin, sko, því að þetta voru þau þung bara út af takmörkunum og svona, en okkur var náttúrulega haldið svo í einhverju gjörgæslu, sko, ef svo múrið komast, að peningarlega að og vexti lækkaðir og peningur dælt inn í kerfið, þannig að það einhvern veginn allt í einu var hálfgerð eignabóla í COVID, sko, þannig að það var kannski ekki við vorum að morfíni. Já, og mjög dýru og fínu morfíni en þannig að það var ekki kannski beint, sko, eitthvað svona kreppa í kringum það og þegar áleið, sko, í raun og voru bara þvert á móti, þannig að við erum svona, ég hugsa að svona stór reikningur komi á næsta ári. Það verður alveg flókið að vinna úr því og ég held að það sé, þú nefnir nú eins og Flokk fólksins, sko, ég meina hann fór ekki í ríkisstjórn til að vera mæta þungbrýtna á einhverja blaðamannafundi og tala ábyrg ríkisfjármál, sko, alls ekki og þannig að það er alveg auðvitað segin saga að það mun held ég fara að reyna á mjög verulega á ríkisstjórnina, bara einhvern veginn að sigla í gegnum þetta allt saman og það er þetta búið að gefa dálítið háar væntingar í mörgum málaflokkum og þannig að það verður mjög fróðlegt að einhvern veginn átta sig á því svona, og maður auðvitað verður svolítið fróðlegt að sjá bara hvernig samfylkingunni vegnar. Hún hefur svona, þetta hefur verið dálítið mikið fylgi og kannski svona svolítið þægileg sigling að mörgu leyti en ég held að muni svona fara, þetta verður töff á næsta ári. Já, ég held að verði það líka óumflýjanlega og ég menna, eins og þú segir með Flokk fólksins, hann gerir ráð fyrir halla á ríkisrekstri. Það er bara ekki gert ráð fyrir neinu öðru og það verður mjög sérstakt að fylgjast með því einmitt þegar að við erum að fara að sjá versnandi horfur, erfiðari rekstur, hvort að fólk muni hafa húmor fyrir því að opinberir starfsmenn eins og gerist í COVID geta bara gengið að störfunum sínum vísum. Einhverjir fá einhverja niðurgreidda nokkra mánuði til þess að brúa eitthvað bil en opinberir starfsmenn, ég menna einn yfirmaður sem ég þekki sagði bara Guði sé lofa þessi opinberir starfsmæður. Mér fannst fróðlegt eins og segir, sko, líka það sé svona svolítið vakning meðal ungs fólks Snorra Másinu og Miðflokknum og mér hefur fundist, sko, ég var að hlusta á það er svona nýr liðsmaður í Miðflokknum sem mér finnst mjög skemmtileg sem heitir Hlédís Maren og hún var nú, hvort hún var ekki bara hér og var í grjótkastinu líka, ég held ég að hún hlusta á með mér? Já, með því, alveg rétt, já
Takk fyrir að taka eftir. Já. Æ, það var einhver vilsingum með henni þetta. Nei, alveg rétt, þú varst það líka, góðu þáttur, mjög skemmtileg þáttur og mér svona, ég hef bara svona heyrt svo oft í þér, en ég hef ekki heyrt oft í henni og mér sko, hvernig hún var að svona setja fram, því mér hún fara dálítið í stóru myndina og gera það svolítið vel og bæði það sem hún að segja, hvað mjög fróðlega þessar vangaveltur sem hvernig segjum sko, konur og svo gellu pólitík sko, og það má kannski einhver leyti yfirfæri þetta á, jafnvel bara svona á einhverja svona virtue signaling pólitík sko, eins og hún sagði sko, þetta snúist það svolítið síðustu kannski 10-15 árin að þú átt ekki lengur að svara sko spurningunni viltu hækka eða lækka skatta, eða viltu stækka eða minnka velferðarkerfi, eða viltu þessi jarðgöng öðru sinna að segja bara áfram stelpur. Já, eða vilja það allir eða vilja það öll? Já, vilja það öll, já, akkurat og það mætti kannski svona, þú veist, auðvitað er hún aðeins að einfalda og maður gerir en mér finnst þetta svolítið spot on punktur að það kannski veri bara svona svolítið spurningi hver þú ert frekar en hvað þú átt að segja og og eins og sé, mér finnst það með heimfæra það einhver leyti svolítið yfir á þessa svona gilda pólitík sko, að það er ekki þú er ekkit endilega þurft að taka rosalega skýra afstöðu, heldur bara svona svolítið að signalera að þú standi með hinum á þessum hópum og til í framlög og til í að gera einhvern veginn, þú veist, sína einhvern veginn í verki og sért þar. En svona erfiðu þungu spurningarnir í stjórnmálum kannski hafa svolítið setið á hakanum, sko. Og það fullt af fólki sem að maður kannski hefur ekkit rosalega skýra sín á hvar það er. Vissulega, það er einhvern flokki og flokkurinn hefur kannski frá því í fortíð einhverja sín. En það sem er mjög svolítið fróðlegt sem hún var að segja og ég held að sé alveg rétt sko er að ég held að þetta sé svolítið að breytast. Þú veist, það er svolítið fara að verða krafa og ég held að muni koma mjög hratt líka þegar að fyrir að þrengja að þú veist, að fer að verða svolítið svona krafa aftur bara svona svolítið alvöru umræður, þú veist, og mennst þetta var gaman. Já, þetta er búið að vera rosa skemmtilegt svona cocktailpartí sko og það hefur kannski bara verið nóg að vera vel dressaður og skemmtilegur og hress sko eða skilur og svona einhvern veginn allra. Það fer að verða kannski meiri krafa svona substans og þú veist, útfærðar tillögur og svona meiri svona, þú veist, svona gamla skóla pólitík, sko. Og mér fannst þetta svolítið svona skemmtilega orðað hjá henni, ég held hún hafi meira þess að líkt þessu við, tók hún ekki líkingun úr Succession, að 70 kynslóðan í Íslandi væri eins og börnin hans þarna, öllu voðalega týnd og eitthvað svona og mikið að reyna að finna sig og tengja við allt sko. Rífast eitthvað sem allir aðrir byggðu sko upp. Já, hann að við varst þetta var svona hressilega innkoma hjá henni og skemmtilega en þetta held ég alveg klálega eitthvað sem framöndan svona, þú veist, svolítið brotthvarf úr þessum svona merkimiðum sko yfir í bara þú veist, það er svolítið að geta sýnt fólki bara þú sért að hugsa veskið, þú veist, og þú skilji eitthvað eftir þig og það má ekki endilega bara vera með reikning langt inn í framtíðina, sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Nei, akkurat. Nei, þetta er mjög áhugavert sko. Ég held einmitt, sko ég var með, ekki vera leiðilöf, en ég var með Örnu Lári hérna hjá Samfylkingunni núna fyrir skömmu. Og ég veit ekki hvort ég var nú að reyna að náði upp úr henni, hvort hún tilheyrði svona gömlu Samfylkingunni eða nýju Samfylkingunni og maður veit alveg að það eru leifar núna bara áðan var þetta Kristrún Frostadóttir að koma fram og segja ekki nóg með það að Reykjavíkurflugvöllur verði hérna áfram, við ætlum að byggja nýja flugstöð í kringum hann. Já, einmitt. Þannig að Dagur þarf að éta þann sokk, gerir ég ráð fyrir. En ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvort hún væri gamla eða nýja. Og hún sagði, ég var að spyrja hana ég man nú ekki alveg fjármálin og fór yfir einhverja hagtölur og var svona að reyna að setja þetta í smá samhengi að var eitthvað erfiðari tímar. Nei, ég var með orkumálin. Ég var að segja hvort það ætti mikið að bora á Drekasvæðinu út af því að horfur í heiminum var orðnar svo ótryggar og maður öryggi sem að væri þá í olíunni. Og hún sagði bara, ég er nú bara að lifa í núinu.
Já. Ég hugsaði sko, ég held að þetta sé ekki tími stjórnmálamanna sem lifi í núinu og sagði, þú veist, ég held að þetta verið tími stjórnmálamanna sem að hugsa 30 ára fram í tíman sko. Akkurat. Og það þáttið þetta sem að mér finnst hafa breyst. Ég held að fólk einmitt eins og þú sagðir sko, með þyngdina, en ekki bara að sé ákveðin vikt og þyngdi í því hvað þú ert að segja, heldur líka svona, þú veist, hvernig sér þetta fyrir þér eftir 20 ár? Hvaða breytingar, þú veist, ekki bara hérna við erum að fara að hækka launin til að takast á við verðbólguna. Einmitt. Heldur bara hérna, nú erum við allt í hennu komin hennar stað og við þurfum að fara að taka afdrifaríkar ákvarðanir sem mun að hafa áhrif á framtíða kynslóðir. Sko. Einmitt. Ég held að það sé mikið til í þessu sko. En annars náttúrulega líka skemmtilegt með Samfylkinguna því að þú segir svona gamla og nýja sko. Það er mjög svo, í raun og veru áhugavert sko hvernig þeir einhvern veginn svona endur skilgreindu sig og endur kynntu sig svona yfir á fyrir stuttum tíma sko. Og þeir eru að mörgu leyti svona eins og gamli Sjálfstæðisflokkurinn. Svona fyrir utan kannski vandamálin sem fylgja því að vera Sjálfstæðisflokkurinn. Án þess að það sé alltaf einn í fermingaveislu sem alveg gnýstir tönnum þegar hann heyrir nafnið sko. Og maður sér þú veist í virkjanamálum, útlendingamálum, svona svolítið ríkisfjármálum og og þú veist og það verður svona fróðlegt að sjá hvað þetta lifir lengi sko. Hvort að þú veist gamla Samfylkingin svona komi smá saman fram aftur, fari lengra til vinstri, fari meir í skattahækkanir og svona einhverja velferða, þú veist. Já, nú að láta fara rauk fyrir þessi skattahækkunum, sko. Já, mér finnst flokkur fólksins hafa svolítið fengið þann bolta til að byrja með. En maður veit ekki alveg hvernig það verður, sko. En þetta er svona umhugsunarefni auðvitað líka fyrir Sjálfstæðisflokkinn að það sé einhvern veginn komin bara nánast svona, hvernig maður orða það er bara komin annar flokkur sem er búin að fylla það skarð í billi, sko. Já, ég held að sko Sjálfstæðisflokkurinn, þú náttúrulega að vara þingmaður. Ég vara þingmaður Sjálfstæðisflokksins, já. Mér finnst Sjálfstæðisflokkurinn vera svolítið svona skrítinni deglu sko, einhvern veginn og ná ekki alveg utan sjálfan sig og ég er reyndar sammála sko að Guðrún Hafsteinsdóttir það að flokkurinn þurfi bara að vera eins og hann var í gamla daga, bara með festu og telja bara, heyrðu, við erum að fara hingað, skilurðu? Við teljum þetta að vera best en við erum ekki einhvern veginn að elta dagamálin og mér finnst flokkurinn að vera að gera það mikið, alltaf sérstaklega þegar hann var í ríkisstjórn en jafnvel þegar hann kemur fram í dag það var svona stundum næstu því, kannski aðeins búið að skána eins og hann sé ennþá að sannfæra VG kjósendur að sé nú kannski bara allt í lagi að vera með þeim í ríkisstjórn. Já, það faðmlag náttúrulega varð orðið ansi súrt sko og það er svona Guðrún nefndir held ég með því sama viðtal út af vitni að það hefði bara verið mistök að fara í seinna kjörtímabilið og ég held að sé nú flestir svona einhvern veginn svona misjant hvað fólk vil ganga langt sem segja kannski alltaf að mynda stjórnina aftur að þetta slítir miklu fyrr og svo framvegis en þetta var náttúrulega orðið einhvern veginn farið að einkennast af því að sko það viðst vera svona eins og vera að ná árangri sko ef þú næðir einhverju samkomulagi við VG og samkomulagi við að gera eitthvað ekki eða skilur þú veist, við virkjum ekki hér eða við breytum ekki útlendingalögunum eða skilur þetta var svona þú veist, það var ekki einhvern veginn eins og hvor fengi eitthvað skemmtilegt verkefni til að hlaupa með heldur var þetta svona oft svona einhvern veginn það var búið að stoppa alls konar mál og mál strönduð í ríkisstjórn og svo einhvern veginn voru sumál rifin út og hljóp fólk með það bara sóló eins og hvalveiðarnar og svona sko þannig að það var rosalega svona skrítin einhvern veginn pottur eftir á sérstaklega svona þegar maður einhvern veginn reiki settist og maður fór held ég að spyrja sig sko hvað snerist þetta eiginlega sko og ég held að það væri ekkit mér fannst bara ágætt hjá Guðrún að koma fram og segja þetta og ég held að það væri alveg ágætt að fara eins bara kannski í smá uppgjör við þetta og veist, ég held að það ekki verið stofnað það geti verið endilega raung sko, má ekki gleyma ríkisstjórnin var auðvitað kosin sko eiginlega endurkjörin í þeim kosningum 21 en það má Ég skildi þannig punktur þetta aldrei. Ég skildi aldrei af hverju sko þú var að telja fólki trúum að þessi ríkisstjórn fengi blessun bara þegar þessi flokkar voru náttúrulega, ég man sérstaklega stuttu sko fyrir kosningar. Að segja þannig já 21 hvenær voru þetta kosningar 21? Haustið 21. Já, haustið 21, já. Að sko þá var rosalega sérstætt að fylgjast með þessu að Sjálfstæðisflokkurinn var augljóslega að slíta sig frá þessu ríkisstjórnarsambandi og augljóslega að tala það voru slagorð, frelsi og þetta dót og VG gerir þetta líka, tala náttúruvernd og annað en
svo náttúrulega kjósendur þessar flokka undir þeim formerkjum sem þeir voru gerir ráð fyrir að tala en þau alltaf, já, þeir eru þá að kjósa okkur það var eitthvað svona útspil sem að ég skildi aldrei, þó svo að þeir skildu segja, Bjarni sagði, já, við náttúrulega við skoðum það alveg að þessi ríkisstjórnarflokkar fá það umboð, þá náttúrulega ekkert því til fyrirstuð að skoða það en ég held bara að þetta sé svolítið, það langt seilst með því að segja að VG kjósendur hefði þá verið að kjósa ríkisstjórnarsamband með Sjálfstæðisflokknum og öfugt. Ég næði ekki alveg hvernig þú tengir þessa punktu, því maður heyrði þetta rosalega oft eftir kosningarna, sko. Já, ég held að það kannski tengst í að þau voru svo sem öll búin að gefa það einhvern veginn út, sko, formerinnir. Að þeir myndu skoða það, þeir gáðu aldrei út að þeir myndu gera það. Og svo náttúrulega veistu hvernig umræðan er, þeim mun fleiri atkvæði sem Sjálfstæðisflokkurinn fær, þeim mun meiri hægri prófíl verður á stjórninni og þeim mun meiri atkvæði sem Vinstri grænir fá, þeim mun meiri áhersla eitthvað, þú veist, og reyna þetta allir að tóða þetta til sín, sko. En ég upplifði allavega svona í minninguna, mér fannst að vera svona svolítið einhvern veginn aldrei spurning um annað einhvern veginn, en þú kannski upplifað öðru sí. En ég bara segja, sko, ég held að megi alveg, þú veist, eitt er að segja bara að þetta voru mistök og það, en þú veist, ég held að fólk myndi alveg kunna líka meta bara svolítið, sko, hvað voru, í hverju fólust mistökin, málefnilega, akkurju, þú veist, hvar náðu við ekki fram því sem við vildum ná fram og bara lofta aðeins út með þetta. Og því að það hefur oft verið þannig að ég er eins og þú og maður svona fylgist ágætlega með bæði pólitíkinu og bara einhverjum málum sem er í gangi og maður þekkir fólk þarna sem lifir og hræðist í þessum heimi og maður stundum að spurja bara hvernig ég tók sem dæmi, sko, einhverja breytingar á húsaleigulögum bara svona að maður taki afmarka mál, sko, og mér fannst það allar svo, þú veist, þetta var bara hver önnur ég var svo skrítið, sko, og Sjálfstæðisflokkurinn leggja einhvern veginn blessun sína við þetta og alltaf saman að þetta kom einhvern veginn upp úr kjarasamning, við urðum bara að gera þetta. Svo er það förðubreytan, sko. Við vorum í skaðaminnkun, sko. Já. Við vorum svona í skaðaminnkun, sko, við náðum hérna út þarna vestu 2 ákvæðunum, sko. Það var einmitt það sem Áslaug vinkonum mér sagði að hugsa ykkur ef að Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki verið hana. Og ég var alltaf, ég get ekki séð það við verið það. Já, þetta er auðvitað erfið pólitísk sala, skilurðu. Og þetta snýst pólitík einhver leiti alltaf að það er mörg spil á borðinu og út að reyna að vinna einhverja litla slægi hér og þar en þú veist, þegar minnstrið að fara að verða svona, þú einhvern veginn svona í hverju málum fættur öðru erum við einhvern veginn og við svona handjárnum okkur samt við niðurstöðuna, við verðum einhvern veginn að verja hana og ég held að veri alveg, þú veist, bara til að dýpka þetta uppgjör að eða þessa yfirferð ef sem voru komast að fara aðeins onni í það, sko, hvað var, þú veist í hvað málefnum, hvernig hefðu við viljað sjá þau, sko. Og ég finn alveg að þetta svona, flokkurinn er alveg, sem maður sér svo sem bara í fylgistölum og svona, hann er svona smá, bara þetta svona eins og hann hafi verið í löngu hlaupi, sko, erfiðu. Og þú veist, það er náttúrulega allt áfram, sko, það er ekki búið að sitja hjá, sko, en svona, þú ert alveg, þú veist, það er svona eins og það sé, en það aðeins verið að bara finna svona kraftin og taktin aftur. Og þá er oft dálítið gott að geta hreinsað svolítið borðið, nota tíman bara hvað var bara okkur af leið, sko. Hlaðvarp er í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég er ekki einu svona grínast, ég er að nota þessar vörur í alvörinu. Það er ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate er hreint út sagt frábær. Kreatín er samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfaldlega betur. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Það verður mjög áhugavert að fylgjast með þessu. Sko, þegar þú ert nú í stjórnmálum, hvernig stjórnmálamaður heldur að verði svona mest eftirspurn eftir? Það ég held að það sé mjög erfitt að greina þetta því að núna náttúrulega er Miðflokkurinn á einhvern veginn svolítið góðu skriði og ég held að það gengur vel á Snorra Másinni
Það verður svolítið áhugavert að fylgjast með því, sko, nákvæmlega núna til dæmis þegar það eru borgarstjórnin. Ég er enda til að Snorri Másson hafi verið besta útspil hans að fara í borgina. Það verður mjög sniðugt. Það var enda einn að staðfesta við með aðan. Það er 3. desember núna að Gulli væri að fara í borgina. Já. Ég held að það væri langsniðugast fyrir þessa báða, upp á stjórnmálaferð þeirra en líka bara upp á flokkana að fara í borgina. Út af því að ég veit ekkert að við bara tökum, allt sem við erum að ræða, svona 5-6 ára tímabil. Og tíðarandinn hefur bókstaflega bara sveiflast á einhverjum ótrúlega hraða. Maður getur ekkert einhvern veginn gert ráð fyrir því að stjórnmálamaður dagsins í dag, sem er Snorri Másson, sem gengur vel, verði endilega vinsæll eftir 2 ár. Og það því að, svo við nefnum og plöggum aftur bókinni, að við erum einhvern veginn endalaust í einhverjum tíðarandamálum. Það sem að við erum einhvern veginn, eins og nefndi einu sinni í bókinni, 22 ára kulnaður aktívisti. Já. Fólksvarðinni. Þú veist, hvenær hann fer að verða lúðalegur mjög bráðlega, skilurðu. Já. En það verður svo sérstætt fylgjast með bara, ég held að sé bara svona happ og glappa hvort þú hittir á réttan tímaramma af því hvernig stjórnmálamaður þú ert, hverju sinni. Sigurður Ingi í COVID, þá vildur þú festu og vaksa úr vandanum sem var hugtak sem við tókum í alvarlega. Já. En það er þetta frábær spurning, sko, og svo er nú oft þannig að stjórnmálamenn sem svona, þú veist, mér finnst margt sem Snorri segir frábært og brilljant hjá honum, sko, en það verður svona að segja um hann auðvitað hefur fest sig dálítið svona rækilega á þessa bylgju. Þessa svona hægri íhalds, sem við segja hægri menningabilgjan, svona hægri menningavókið einhvern veginn, sko, og svona sagan er ekkert alltaf mjög hliðholl þeim sem að fara mjög langt í að festa sig við eitthvað svoleiðis. Það er þetta mjög gaman í ákveðin tíma, en þú veist, svo er það ofta ekkert endilega þeir sem kannski voru mest áberandi sem að njóta þess síðan, pólitískt, sko. Það er oft kannski einhverjir sem voru svona aðeins meira baka til eða svona meiri málamiðlarar eða meiri svona friðarins menn einhvern veginn, sko, eða konur, þú veist, en það er þessi sem svona, þú veist, ganga harðast fram er ekkert endilega alltaf þeir sem að svona kannski enda á að fá mestu ábyrgðina, sko, og völdin og framgangin. Þannig að ég held að ég hef bara að segja mér fréttir með að Snorri Másson sé að spá að fara í borgina. Hann er ekki að spá, ég er að segja að það verið langt sniðast. Já. Það væri auðvitað, sko, ég held að miðflokkurinn þurfi auðvitað að spyrja sig, það er mikið flug núna og það er örugglega gaman og þeir finna mikið vind í seglin. En það er náttúrulega þetta er ekki frábær tími ef maður hugsa þetta praktískt á kjörtímabili að fara upp núna. Píratar fóru einu sinni upp í 40% fylgi, bara það voru 3 ár í kosningar. Og þeir voru ekki þar þegar að því koma að kjósa og maður myndi kannski segja... Enda með 14% eða eitthvað? Já, þetta sem var alveg ágætis árangur en það er alltaf svona, þú varst sko hér, þetta er alltaf svona, snúið svona að vera 3-0 í hálfleik eða eitthvað, eða þú veist þetta verður alltaf býrðið til svo mikla væntingar upp úr því. Já, Birgitta Jónsdóttir náttúrulega líka fór eiginlega sko að tala svona, þú veist, hvað ætlið að bjóða mér, hver er til í dans? En strax í kjölfari sko, en ég ætla ekki að trufla. Nei, en ég segi sko, en ég held að Miðflokkurinn hljóta að fara að velta fyrir sig líka sko að þeir hafa náttúrulega nánast verið eiginlega utan við alla ábyrgð og öll völd. Þeir hafa eitthvað verið mögulega í Grindavík held ég í meirihluta. Það sé eini staðan sem þeir hafa komið af í raun og voru bara frá að þeir voru stofnaðir. Mögulega er ég að gleyma einhverju einu sveitafélagi eða 2 eða eitthvað, tek það þá mig en punkturinn er sá að þeir hafa verið mjög vel settir svona á hliðarlínunni, skilurðu, og eru auðvitað að njóta þess. En ég myndi segja hinn angin á því er að sko það þarf auðvitað að fara að sýna einhvern prófíl líka að Miðflokkurinn geti stjórnað og geti verið við völd og tekið ákvarðanir og þetta sé ekki bara svona podcast hetjur en ef þú fattar hvað ég við, þú veist, það er svona og mögulega podcast hetjur, það er ekki orðið já þetta er eins og þegar Bjarni var spurður hvað ætlar að fara að gera þegar hann hætti, alltaf ég byrja ekki bara með podcast sýnist það verður algjör snilt ég myndi hlusta allavega já, þetta er kannski vísa líki það þetta, þú veist, maður finnur þetta alveg ég hef nú bara búin að koma 2 inn á þing og svona og maður dettur aðeins inn í þessar umræður og svo þetta fylgist með þessa milli en maður finnur þetta Miðflokkurinn sko, þar er þessi þægilega tilfinninga svolítið bara, við látum bara flakka útlendingamál, bara enga útlendinga þú veist, bara
þurfum við skilur, þetta er svo svona dásanlega þægilegt, sko, skilur, meðan að einhvern veginn sjálfstæðarflokkurinn það alveg bara, maður sér fólk að, já, sko, við erum nú gagnrýnin á margt í samstöður, en, sko, við viljum auðvitað gjarnan halda því, sko, og það er mikið, þú veist, og það er svona mörg reipur sem það þarf einhvern veginn að toga í, sko, og maður þarf þetta, þú veist, ég myndi svona segja, sko, þó það sé kannski ekki akkurat akút núna næstu mánuðina, ég get að ímynda mér þessi fylgisaukning Miðflokksins geti jafnvel orðið meiri, kemur ekkert að sjá það kannski skrifa upp í svona vel yfir 20-25. En þeir eru náttúrulega að toppa á röngum tíma, sérstaklega þegar þeir eru ekki að toppa í borginni. Akkurat. Það er eiginlega verstu fréttinar. Og þá er líka spurningin, sko, vilja þeir stíga eitthvað þar inn og sýna líka í verki að, þú veist, það er þeir hafa áhrif og þeir geta tekið ákvarðanir og komið málum áfram. Þess vegna er algjör nóbrenni að Snorri fari í borgin núna, því að hann er þeirra, líka ákveðið Davíð Oddsson væp, var hann ekki kringum 29 ára þegar hann verið borgarstjóri eða eitthvað svona? Já, 34 held ég. Já, ok, hann var svo gaman. Já, ok. En hvernig sé því líður? Þá held ég að þetta væri... Þú heyrir hvað mikill heimdellingur, maður alltaf læriði sögu Davíð Oddsson. Já, akkurat. Spurðu mig bara einhverju. Hvar er hann í dag? Já, ég veit það nú ekki. Nei, þetta... En ekki bara býja hátíðismó að skrifa? Jú, eflaust, sko. Ég er reyndar, svo var það náttúrulega áhugavert að sjá hvort að Stefánunnar fari í pólitík. Ég sagði við hann daginn, hann ætti að taka fara að reyna bara við formanninn í Sjálfstæðisflokknum, sko. Ég held að hafa verið alveg sterkt hjá honum, sko. Var hann ekki komin á lista hjá Betsson þarna þegar var verið að Jú. Reyndar með 200 stuðulega eitthvað, sko. Já, ég man að var nokkuð ofalega, sko. Já, það? Já. En, hvað var hann með stuðul? Ég man þetta nú ekki, bara man að var eitthvað, þú veist, það er þetta svona verður oft fólk fyrir að veðja, sko, eða stuðullin svona taki eitthvað með að því, sko. Þannig að, já, það er alveg nafn sem að kemur mér nú ekki á óvart, að maður þekkir hann líka eins og fyrir tíð og svona, ég held að hann hafi alltaf haft svona smá þingmann í maganum eða stjórnmálamann. Já. En þó að hann sé náttúrulega kannski fyrst og fremst sanna sig sem frábær, sko, fjölmiðlamaður. Já. Það er svona stundum, þú veist, ekki að, ég vil ekki segja að við komum með eitthvað óvart, en stundum er svo skemmtilegt að sjá fólk þú kynnist í ákveðnu umhverfi, sko. Og ég kynntist Stefán Einari nú bara svona í einhverjum mjög hörðum og leðilegum svona slögum í Heimdalli og Sus, sko, þegar það var alveg verið að smala öllum og ömmu þeirra til að koma og kjósa, sko. Og maður hafði alltaf séð manni sem hann og áviðum einhverja fleiri, sko, í svona hlutverki, þú veist, einhvern veginn stjórnmálamanns eða svona hvernig, þú veist, eins og hann væri að fara einhvern svoleiðis feril, en svo kemur einhvern veginn allt svona, þetta er ekkert ótengt, þetta er þarf að vera vel inn í heimi stjórnmálan til að geta verið góður spyrill og fjölmiðlamaður. En mér finnst það vera að blómstra þar, sko. Hlaðvarp er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekki svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta er líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Já, hann er frábær fjölmiðlamaður, sko. Og ég líka ég nota hann reyndar oft sem dæmi þegar fjölmiðlanefnd er að tala við mig eða einhver að tala það að ég skráð mig sem fjölmiðl. Er að, sko, hann Stefánar er fjölmiðlamaður þegar hann er í spursmálum. Já. Svo þegar hann kemur í þjóðmál eða er að tala sína eigin skoðanir, þá er hann ekki sami fjölmiðlamaðurinn. Þó svo hann sé fjölmiðlamaður náttúrulega sem starf, sko, en ég til ekki hann sé blaðaði fjölmiðlamaður þegar hann er bara básuna sínum eigin skoðanum og hann er náttúrulega alltaf öðru þessi karakter þegar hann er í spursmálum. Já. Það er svona eins og segi, ég tel að hlaður séu ekki fjölmiðlar, sko. Nei. Hvað finnst þér það? Já, ég hef nú ekki sett mér djúpt inn í þetta. Mér finnst þetta bara svo fyndið að fjölmiðlanefndin að vera eitthvað að eldast við ykkur. Ef þú verður skráður fjölmiðl, hvað þarf það að gera? Ég gerir mér ekki alveg fyllilega grein fyrir því. Ég þarf að setja fram einhverja skrár og þarf að skrifa bara einhverja pappíra sem ég borga 40 skall fyrir. Þetta væri ekkert mál, sko. Nei. Þetta snýst bara aðalega þetta prinsip, sko, að þegar ríkið er að segja mér að gera eitthvað, þá á ég að hafa rétt á því að segja nei. Já. Sérstaklega eða
varðar það hvernig ég skilgreini sjálf á mig. Já. Sem náttúrulega eitthvað sem að ég barðist náttúrulega fyrir árið 2019 sko. Ég vil hafa þetta sjálfræði til þess að skilgreina sjálf á mig. Já. Mér finnst þetta bara samt svo galið. Ég líka sko náttúrulega að tala fyrir að einhverju leiti, til ekki segja eigin ótrúverðuleika, en hins vegar trúverðuleika fjölmiðla út af því að náttúrulega miklu meira frelsi að svona tala svona svolítið frjálslega og segja svona sem ég heyrði þetta nú daginn, eitthvað sem þú myndir aldrei leyfa þér í fjölmiðlum og núna þegar það gengur brösulega hjá mörgum fjölmiðlum, það eru uppsagnir og fleira, að það sé verið að eldast við einhverja táninga með nikótínpúða og einhverja menn með skoðanir. Finnst mér bara vera ótækt sko. Já, það er svolítið dæmi hvað fókusin sko, einhvern veginn. Nákvæmlega. Og ég meina það eru nú svona stærri fiskar að steikja á þessum fjölmiðlamarkaði eða breytingar sem það er að taka sko. Og já, við getum svona farið í einhverja umræðum það sko, en svona bara RÚV sem eitt dæmi sko, að við einhvern veginn þrátt fyrir allt tala hagræðingu og þú veist að sé að kreppa að og fólk sé óhrætt að breyta einhvern veginn aldrei einhvern veginn ráðist í að endurstokka þetta sko. Nei, þetta líka sko eins og hefur náttúrulega verið rætt á öðrum vettvöngum í sambandi við RÚV að þegar talaði það við viljum hafa RÚV taka af auglýsingamarkaði við bara sefjum þá umræðu og það já, það nú ekkert mál en hvernig ætlaði að borga það? Eins og þeir geta gert ráð fyrir þessum peningum og ég þekki nú fólki í íþróttadeildinni sem hefur sagt mér bara berum orðum að þeirra til dæmis landsleiki sem eru teknir upp bæði á RÚV og Stöð 2 það hefur gerst, ég veit nú ekki hvort það gerist oft en þá vissur alltaf að þeir sem væri að vinna á RÚV þeir mættu 6 tímum fyrir leik og þeir sem voru ekki að vinna á RÚV þeir mættu 2 tímum fyrir leik til þess að preppa þannig að þú varst alltaf gast gengið að því vísu að það væri alltaf einhverjir aðeins að smyrja aðeins ofan þetta þegar það var enginn að spyrja spurninga og ég held að þetta sé að gerast mjög víða þegar að ég mætti þarna í viðtal daginn og þá var spurt í hvað stúdíó það vera það hefur ekki að fara í stúdíó 9 þið með lestuð 9 stúdíó ekki að rekna 2 rásir af hverju þið með 9 stúdíó Já, þetta svona líka oft tilfinningin sem að kemur upp á RÚV sko að það eru svona nokkrir einstaklingar sem verðast að hlaupa mjög hratt kannski halda úti sko 3 tíma spjallþætti á hverjum degi jafnvel eitthvað helgar mögulega hoppin hér og þar, fréttir á og til og eitthvað það er að segja, gjörsamlega sko bara stefna á vegginn alveg hraðbyrði og meðan það eru aðrir og held ég svona alveg svolítill hópur sem er búin að koma sér í einhverja stöðu að vera kannski með, 1 þátt á viku eða 2 sem að einhvern veginn verið samt einhvern veginn mynda einhvern heilt starf sko og þetta er svona kannski, það er svona legacy, svona þingsli einhvern veginn þarna sem að ef þú væri að byrja þetta upp á nýtt eða ef þú tækir eitthvað reset að má leyfa sér að hugsa eitthvað þannig, þú myndir ekki ráða útvarpsmann til að vera með 1-2 þætti á viku. Ég held að afkvöstun í dag þú ætti bara að delivera efni daglega og helst bara slatta því sko og vera bara mjög duglegur á samfélagsmiðlunum og plugga því og allt þetta sko. Þannig að það er svona, ég held að væri bara, svo gott fyrir RÚV að þess að bara geta líka farið ykkur og stokka þetta svolítið upp sko. Já, ég held að líka bara, svo ég tala nú aftur auglýsingamarkaðinn, ég held að myndi hjálpa þeim rosalega mikið að vera í, að bara einhvern veginn réttlæta eigin tilvist, sko. Ég held að sé rosalega lýjandi að vera einhvern veginn alltaf, að vera einhvern veginn að verja þetta og það ég er ekki, ég veit það ekki, svo er náttúrulega mjög margir svona vinstri miðlar sem eru rosalega ánægðir með RÚV eins og Gímaldið er að koma fram og segja að RÚV er rosalega heimildin sömuleiðis er að RÚV sé algjör ég bara veit ekki hver ég lendaði ég horfa alveg svona ákveðinu rómantískum að BBC eins og Margaret Thatcher gerði nú forðum þar sem að það er bara ákveðin rómantík yfir BBC og það er ákveðin svona kjölfesta en ég held líka að RÚV ætti þá bara að vera að sinna þannig hlutverki vera ekki á auglýsingamarkaði, vera ekki stanslausri samkeppni allt afþreyingarefni. Strax þegar kemur upp eitthvað afþreyingarefni, ég var að hlusta Ólaf Arnarsson og Jón Trausta ræða við Björn Þorláksson á Samstöðinni og þar var þeir að ræða þetta sko að það væri svo frábært að alltaf þegar kemur upp einhver nýjung
að þá væri RÚV strax komið með það líka. Það var sýndi sko að gott aðhald væri í samkeppninu. Ég eitthvað svona, er það sem þú lest í þetta? Að bara strax og eitthvað nýtt kemur að þá var bara einhverju með skatt með skattfé að bara rusla sér líka þannig. Já, ég menn þú hefur nú samkeppni bara á hlaðvarpsmarkaðnum, sko. Mikil hlaðvarpsframleiðsla þar. Má eftir að segja að það kjarnarhlutverkið. Þú veist, þetta er svona þarf að ná miklu betur utanum, ég meina, þú veist, það er einhver partur, ég segi það sama og þú, ég er ekki að mæla til þess að RÚV hverfi eða segja einhvern veginn skorin ekki neitt, sko. Ég held að sé alveg klálega einhverju hlutar þarna sem þú þarft að hafa og vilt kannski hafa þá dálítið svona, þú veist, dálítið svona heilaga, ef svo má orðið komast. Það er að þetta sé ekki háð business ákvörðunum og einhverju fólki út í bæ. Og þetta sé kannski heldur ekki einhvern veginn þannig að yfir einhver tíma geti svona hópur starfsmanna svolítið svona, hvernig maður orðað, mér finnst hann orðað þetta ágætlan Ingvar Smári daginn, þú veist, það er svona þessi skoðanalega einsleitni sem er svona dálítið ábyrjandi á RÚV, sko, hann er nú held ég stjórnarmaður RÚV. Það er að segja sko að það sem hefur svolítið gerst er bara, þú veist, það er svona ákveðin hópur sem svona ræður svolítið ferðinni þar. Gísli Martin Dæmir er náttúrulega hálfgalið, sko. Ég ekkert það sé endilega sko útvarpsstjórinn eða fórstöðumennirnir, skilur við það, svona eins og það sé svona ákveðin hópur sem ræður ferðinni, sko. Og en þú veist, að það væri einhver svona hluti starfseminni sem væri dálítið heilagur en þú veist, hann er þá að sinna öryggishlutverki, svona grunnfréttum, þú veist, einhverju umræðu og einhverju svoleiðis. En einmitt klippi af sér þessa svakalega mörgu útlimi, sko, sem eru einhvern veginn komin dálítið víða, sko. Ég meina, ég get heldur ekki betur síðan að vefsíðan sé að sækja í sig veðrið hjá þeim, sko. Hún var nú einhvern tímann sett upp svona nánast bara til að setja inn útvarpsfréttir og eitthvað, sko. Og það er akkurat fyrir þeir séu, sko, elda RÚV og Vísi og, MBL og Vísi segi, þú veist, akkur er ekki RÚV yfirinn bara, það er eitthvað svona fréttir þar en þú veist, þar sé, sko, hægt að fara með aðgengilegum hættin í allar þessar, sko, menningarperlur sem eru til. Þetta er alveg hægt að einhverju leyti og hægt að finna eitthvað gamalt, þeir eru stundum sínaði gamalt efni, svona endur sína þetta. Mér þetta er svo gaman ef þetta væri, þú veist, það væri einhvern veginn gert þar undir höfði, sko, öllum þessum svona perlum sem eru til þarna, sko. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast er við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Já, og svo er líka bara sýnt alltaf hérna þetta efni er tiltækt til og svo er oftast bara 1 ár fram í tíman. Já, og ég eitthvað af hverju. Já. Svo ég er búin að greiða fyrir þetta. Já. Það er oftast eitthvað íslensk framleiðsla íslenskir jafnvel sko þættir, einhverju útvarpsþættir. Ég lendi stundum í því að ég er að finna eitthvað sem ég man eftir kannski frá 2018 eða eitthvað. Bara það er ekki hægt að finna. Það er minnst óþolandi. Já, þannig að þú veist, það er eitt af því. En við vorum svo kannski förum aðeins tilbaka, þú varst að spyrja sko mitt svona hvernig stjórnmálamenn framtíðarna verði, sko. En það er náttúrulega frábær spurning og ég held að það muni örugglega koma einhverja svona mismunandi útgáfur, sko. En mér finnst svona vera einmitt ákall eftir svona alvarlegum stjórnmálum en þó held ég að sko samfélagsmiðlega umhverfið í dagasjóri þannig að þú þarft nú að vera, þú mátt ekki vera þungur samt, sko, þú verður að vera svona dálítið snöggur á tánum, sko, en að það sé svona þessi vikt, ég held að það verður sko, rosalegt fyrir þetta og svona þú veist, víðþekking á málaflokkunum, sko. Já. Þannig að það er held ég svona það sem er svolítið framundan, sko, og það eru alveg aðteklisvert að sjá hvernig það þróast allt saman, sko. Já, ég nefni það mjög oft í þessum þáttum, munun á fulltrúa umboðsmanni. Já. Núna erum við rosalega búin að vera ánægðir með svona umboðsmann. Svona, hvað ætlar þú að gera fyrir þennan hóp? Einmitt. Svona, hvað finnst þér að við ættum að gera fyrir LGBT fólkið? Og svona einhver manneskja sem er alltaf að taka já, og hvað vilt þú? Eins og hún sé að taka við einhverju pizzapöntun, sko, það hvernig stjórnmálamaður hann hefur verið. Ég held að verið miklu meiri eftirspurn eftir þessum fulltrúa sem er bara hættu aðeins, láttu mig þetta.
svona maður sem að segja, þú veist, á ensku I got this, ekki trubla mig núna. Já. Og kannski verður líka sko, af því að það er náttúrulega sem mér finnst það að gerst svolítið, ég byrjaði að fylgjast með stjórnmálum og pólitík kannski 25 ár síðan. Það er að segja fyrir hrun og fyrir einhvern veginn á en þessi svona samfélagsmiðla væðing kom og mér fannst stjórnmálum vera miklu leiðilegri í gamla daga. Þau voru minna spennandi, það var minni fókus á þessu og þetta var allt svona þetta var bara kannski þess tíma tíðarandi sko, þetta var allt svona hægara og það er til á YouTube eru til sko kappræður til dæmis formanna flokkana 2003. Þetta er ekki skemmtilegt sjónvarpsefni sko og menn bara mæta með langar tillögur og það er skott og látur ekki tankaði á 1% til eða frá. Það var ekki skemmtilegt, það var ekki, þú veist, þetta var ekki, eins og segir hérna pizzapöntunin sko, ég ætla að gera allt fyrir alla, skilurðu, en þetta var mikil þingsli og kannski svolítið mikil, en svo fannst mér verða, en þú veist, þá var einhvern veginn stjórnmálinn snerust, við vorum að tala um sko, viltu hafa að lága skatta, viltu stórt eða lítið velferðarkerfi, sko, hvar stillur þeir á þessum ásum, þú veist, þetta voru samt einhvern veginn spurningarnar, skilurðu, og hérna, og mér fannst síðan sko verður þessi stóri hrun viðburður einhvern veginn hér, alveg einstaklega stór hér en í því heiminum líka og svona þessi síðan einhvern veginn samfélagsmiðlarnir gríp okkur einhvern veginn fljótlega nokkrum árum hann á eftir og allt í einu þetta orðið einhver allt annar, þú veist, leikur formið miklu knappara, miklu meir svona, þú veist, einmitt bæði Össur komin í lopapeysu já, en líka bara svona, þú veist, það er svo formið í dag orðið sko, það er kannski einn svona pælingamynd upp úr bókaskrifun þú veist, við erum búin að þetta samfélagsmiðla viðmót er þetta búið að slípa okkur líka þú veist, við höfum einhvern veginn morfast svolítið með þeim sko, með þessu og fyrir vikið er einhvern veginn, þú veist það er rosalega hendar vel í dag sko að koma með, þú veist, einn sterkan punkt, eina ásökun, eitt take, eitt svona, þú veist þú veist, neglu sem ég ætla að þrykkja inn í gegnum kerfið sko og þú veist, og alveg nötrar allt í nokkra daga, skilur, og við erum alveg, það eru allir að hafa skoðun á þessu og þú veist, ertu með að móti, þú veist, hvað finnst þér og og svo byrjar eitthvað svona keppnu hver er hástendastur, sko, og svo eitthvað svona, þú veist, fer all loftið úr þessu, það verður einhver svona vandræðalegri minningu sem er ekki hægt að rifja upp síðar af því að það sögðu allir svo mikið, sko, og svo er bara on to the next one, þú veist, með hana og kerfið, þú veist, það er eins og það hendi eiginlega ekki lengur að vera með einhverja lengri pælingu eða þú veist, ég ætla eitthvað meira samhengi eða þú veist, ég ætla að vera svona frekar gamaldags leiðilegur stjórnmálamaður sem bara svona, einmitt, I got this, ég er að hugsa alla heildina, skilurðu, ég ætla að passa að það líður öllum betur 4 ára liðnum, en þú veist, ég mun kannski ekki vera sigurvegari dagsins hvern einasta dag á leiðinni, skilurðu, í fréttum og á miðlunum, þú veist, það er svona þessi svona langhlaupara málamiðlunar element hvarfdaldið með öllum þessum, einmitt, þú veist, mikla hraða, sko. Já, það er bara minni eftirspurn eftir því að fólk bara getur ekki móttekið slíkar upplýsingar. Nei. Ég meina, það allir mis að lesa bók er bara orðin svona aðtöfn, og ég var að tala áður en við byrjum að tala að aftengjast, að þá einhvern veginn er kyrrðin og róin orðin svona proaktífur, þú veist, það er gjörningur að, skilur, þrengja þér í það að tekur upp bókina og setur síman einhverstara svona sérðan ekki. Já. Og svo, skilur, finnum maður alveg fyrir því en okkur sem hefur lestin á maður pikkar aðeins í vasan hvað, er ég með tína? Nei, alveg rétt, ég sett hann einhverstara sem ég hef hann ekki. Þannig að það er líka, ef við mátum þetta við stjórnmálunum, bara það að lesa bókina. Þú ert ekki að vera að gefa þér 20 mínútur í að reyna að fara grundugt yfir hlutina hvernig þú sér þetta fyrir þér. Og það er kannski það tóka svolítið á við þessa svona hugmynd sem vorum að ræða áðan það að við viljum samt sem að núna stjórnmálamenn sem eru 30 ár fram í tíman. Og þú útskýrir ekki 30 ár fram í tíman í 2 mínútum á TikTok. Akkurat, sko. Þetta er kannski vandir, en ég held reyndar, ég veit ekki, með svona einhverja bara kenningu að stundum er svo góð leið að sko, skilja tíðaranda er að velta fyrir sér sko, hvernig verður að metin setna. Ef við færum 30 ár fram í tíman og komum með fjalla á þessa tíma sem við lifum núna, hvernig svona munum við sjá þessi ár. Og ég heldur að þetta sem við höfum verið að ræða hérna, þú veist, þetta morf einhvern veginn okkar við þessa skjá miðla heim einhvern veginn og hvað við
höfum svona oft sko svona gagnrýnislaust tekið við upplýsingum og þessar átt og gert einhvern veginn okkar miklu uppnámi og tilfinningaróti og þú veist reiði. Ég hef einhverja tilfinningar að þetta verði svona pínlítið sem fólk muni frá þessum árum og að það sé einhver staðar á leiðinni sko og kannski hún byrjuð að koma og vonandi þú veist einhver svona uppgötun það að þú veist þetta ekki eitthvað form af umræðu eða heilbrigðum skoðanaskiptum eða við erum ekki eitthvað að bara þú veist við erum bara að keyra okkur út af þessu sko við erum bara þú veist að svona fara að renna eins betur upp fyrir okkur sko þetta er ekki heilbrigt. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Bergur Ebbi var hérna rétt áður en þú komst. Hann sagði mér bara, þetta eru nýju sígarettunar. Já, sígarettunar eru gott dæmi, sko. Já, þær eru það nefnilega, út af því að við vitum, hann var líka með góða pælingu samvætti við það sem ég hafði ekki pælt í, sem að út af því ég skammast náttúrulega alltaf í mínum úlingum fyrir það að vera í símanum. Segja bara, því meira sem þeir eru í símanum, því heimskari verði. Og ég reyna að brýna þetta fyrir þeim og ég sagði þetta líka í senast þetta, ég mjög ánægð með það, núna komaði til mín og segja, sjá hvað ég kom með lítinn skjátíma. Já. Ég ánægður með þig. En hann sagði þetta eins og sígarettur, ekki bara út af því að þetta væri svo augljóslega vont og krakkarnir væru, en að krakkarnir væru líka meðvitaðir það. Þetta hafi verið líka sérstaklega svona fyrir 2007 áður en að þetta var bannað inni á veitingastöðum. Að þá var svona svo hugmyndi svona, jú, við vitum alveg að þetta vont, en þú veist, við gerum þetta samt. Já. Það svolítið sama og úlingarnir vita alveg líka, þetta steikið þér hausinn, en þau svona segja við fullorðna please að viti fyrir okkur og banna þetta. Einhver ákveðni fullorðnir segja, nei, þetta nú ekki það mikið vandamál. Við þurfum að kenna þeim á tækinu og kenna þeim á morfínið, skilur við, hvað að tala þegar ég var svona aðeins að skrifa þessa bók og var ég að researcha heilmikið í kringum þessar pælingar og meðan svo gaman ég fann einhverja eldgamla grein á netinu það kemur að vísa ekki fram ártalið en bara svona af vefsíðugerðinni og eitthvað þá var ég að staðsetja með svona kringum 1995 eitthvað svoleiðis og hún heitir Skjáfík Já, Skjáfík og eða hvort hann heitir Tölvufíkn, ég man það ekki alveg, þetta er svona mjög old school sko og þar er því haldið fram að manneskja sem sko það er rosa svona nákvæm, svona 35 eða 6 tíma á viku við skjá, það eru sko alveg efri rauðumörkin sko, þú veist, það ertu orðið mjög ill, þetta er bara 2 vodkaflöskur á dag dæmið sko og þú veist, þetta er maður fer í gegnum þetta á kannski 4 dögum núna eða eitthvað hvað það er sko, bara easy sko þetta er galið, sérstaklega ungi krakkar sko. Já, þetta var alveg bara, þarna varstu alveg farinn sko. Já, svo líka einhvern veginn höfum fara að afsaka, þú veist, ég menna eins og Tölvufíkn, það eru íþróttamenn í dag við erum alltaf með eitthvað stanslaus til að réttlæta þetta. Já. En mér fannst líka, og það var nú svona, því tölum aðeins aftur bókina og svona meðlans einn kveikjan sem að bara á sínum tíma, þegar ég byrjaði eitthvað að skrifa þetta. Hvernig byrjaði að skrifa þetta? Svo það kom nú fram. Já, ég byrjaði, sko, ég var eitthvað rifið upp daginn, ég fór í tölvumöppuna og var hans að grúska, sko, hvenær er fyrstu orðin að fæðast og það er alveg 2021. Já. En þá kannski bara skilur örfá að blaðsjur eitthvað á stangli og svona sko og og maður Tómas nú vel giftur þá bjóði nú ekki þannig hjónabandi ég geti bara svona einhvern veginn klerað hálft ár og farið að skrifa sko heldur, þú veist maður var aðeins einhvern veginn þú veist á kvöldin og helgar og þegar einhver tími gafst til og svona en já þá var ég nú er svona að missa þráðinn hvað ég ætla að segja sko en þegar ég var að skrifa þetta þá
við vorum að tala skjáfíknina sko, þetta já, akkurat ég ætla að segja með kveikjan aðeins til að byrja með. Þá var það að konan kom einhvern veginn eitt sunnudaginn og sagði, heyrðu, jæja, nú ætlum við að setja símana frá okkur og bara allir eitthvað svona hæfilega fúlir yfir því sko og við setjum bara í skál og svo bara líða 20 mínútur eða eitthvað, hálftími og þetta alveg svona eins og að vera í gufubaði eða eitthvað hvað eru, já, 22 mínútur og ætlum við að ná hálftíma, eru 20 og bara tíminn bara hérna og svo var þetta bara svona eins og unnið eitthvað stórsigur og mér fannst þetta svo fyndið sko og akkurat þú tekur dæmi sígarettunar eða alkan sko, þú veist, þetta er svona eins og við erum búin að skoða síðustu 10 ári í neyslu hjá þér sko og neyslan er alltaf að aukast, bara mjög greinilega, þá komur, já en sko 20 mínútur á sunnudögum, þá ég bara, ekkert mál, bara lætið allt frá mér sko, bara hvorki drykkunni rétta eða neitt sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Og það var eitthvað það sem byrjaði einhvern veginn hvað við erum á skrýttum svona einhverjum, fattur þú hvað, við erum stöndum milli tveggja heima, sko, við vitum þetta er einmitt óholt, vitum að við ættum ekki, en getum ekki sleppt þessu og Við erum eins og rónin sem ætlar að skipta yfir í létt, sko. Já, þetta er eitthvað svona einmitt, svo ætlum við að minnka þetta aðeins, kannski bara 2 tímar á dag, og svo einhvern veginn brjótum við það alltaf þegar þarf, sko, og eitthvað, þú veist, og við erum að passa börnin, en svo held ég nú líka börnin sem einhver liti komin sko miklu lengri en við í þessu sko, þú veist, þetta er svona miklu, þetta er alltaf öðruvísi partur af þeirra lífi en okkar og þannig að þetta voru svona einhverja kveikjur að þessu sko, en við erum pínlítið fyndin einhvern veginn öll í þessu sko, hvað við erum djúpt sokkin, langar helst að vera það ekki, getum ekki sleppt þessu. Mér finnst pínu eins og við höfum mist hausinn og við erum ekki ennþá búin að finna hann. Það er kringum 2021 sko. Þegar fórum við gegnum allt þetta, þú veist, bara MeToo að við skulum taka á hérna kynferðisafbrotum og svo var þú veist, fólk komið í vinnuna bara byrjuð varst að segja klúran brandara hérna fyrir 6 árum. Og svo hann stendur hérna á spjallinu. Já, hann stendur. Þannig að ég held að við séum ennþá til að finna höfuðu sko. En ég held að við munum koma fljótlega tími að við munum þurfa að finna það. Já. En Árni, ég er að fara í klippingu. Já. Hver fær að eiga þetta hár? Það er hérna hún Erla, sem er örugglega að hlusta, hún er mikill aðdáandi. Hún verður ánægð að fá sjátt. En hérna, ég ætla líka að gefa þessari bók sjátt og ég mæli með henni. Árni Helgason, Aftenging, fæst í öllum betri bókabúðum, frábær jólapakkan. Takk aðeinslega fyrir að koma, þangað til næst. Takk fyrir mig.